efstur eftir fórkeppni með nokkuð örugga forystu og kraftmikla og velheppnaða sýningu og við skulum sjá úrslitareið hans hér á hálfmána frá Steinsholti. Skemmtilegur í þessu halfpass, svona örlítið sveður í hálsum og nú ég aftur bara að segja mjög lítið, hann er eiginlega ofboðslega virkur í æfingunni, mjög gaman og mér fannst hann koma betri núna inn í opnasniðganginn eftir æfinguna heldur en hann gerði áðan. Og við getum sagt frá því að Eyrún Ýr Pálsdóttir fekk fyrir æfingar og fjölhæfni 7.93, gangtíðundur á flæði 8.43 og meðalengun 8.18. Opnasniðgangurinn er betur framkvæmdur núna, Hulda, heldur en áðan. Já. Það er náttúrulega mjög gaman. Mjög gaman. Kemur svo hérna inn í lokaðan sniðgang. Frekar bara nokkuð góður. Mér fannst hann aðeins hár í æfingunni. Svona hefði mátt aðeins slaka hálsinu betur inn í æfingunni en hins vegar svona bara sniðið frekar gott. Náði ekki alveg virknin úr. Nú erum við aftur stökk á miðhring, mjög skemmtileg bæði gangskiptingin upp í stökk og hann er gott jafnvægi þessu. Nú lokaði sniðgangur. Hér hins vegar finnst mér hann mjög skemmtilegur. Tveltið bara rosalega gott og gerir síðan það sama. Aftur bara engin stuðningur. Rosalega mikið jafnvægi við þessu. En það er rosalega gaman fyrir bara venjulegt hestafólk og ekki fólk endilega sem að keppa, að horfa á svona keppni. Það er mikill innblástur í því að sjá þessa vinnu og hvernig hún getur skilað sér. Og svona æfingar, þær ekkert bara góðar fyrir keppnishesta. Alls ekki. Og bara þeim meira sem að knapar leggja sig fram við að verða góður að ríða æfingar. Þeim meira geta þeir bætt hestana sína alltaf. Já. Og haldið það náttúrulega grunnurum með því að ríða æfingar er sá að við viljum að reiðhesturinn okkar endist sem allra lengst. Já. Og verði jafn og góður á hliðarnar og líði vel í skrokknum. Já. Þannig að það er svona grunntilgangurinn með þessu öllu. Það er þannig Og alveg ofboðslega sem manni líður vel á að horfa á sýninguna hjá Jakobi. Já. Þetta er mjög áreynslulaust, samt kraftmikið og svo greinilegur þessi þráður á milli knapa og hests. Og ofsalega bæði ríður hann krefjandi æfingar en þetta er allt einmitt eins og þú segir, bara áreynslulaust og gaman. Þetta er bara ofboðslega gaman. Já. Og það er gaman að þessi grein sé að vinsældir hennar sé að aukast og við vorum eins og þú sagðir að var verið að keppa í þessu í meistaradeild ungmenna daginn og svo er keppt í Gæðinga 5 í KS-deildinni fyrir norðan og svo hér og vonandi bara sem flestir fara að taka þetta upp. Hann er alveg rosalega, þetta er aftur þetta er á ofboðslega litlu svæði sem að sýnir þetta. Sem sagt ofboðslega uppkeyrsla, svaðaleg skref, hæging. Þetta er alveg geggjað þetta. Sjáu þið. Já, fram að þessu þá er hann ekki að versna. Það er alveg á hreinu frá fórkeppninni. Ég held hann sé ekki að gera það. 30 sekúndur. Og svo þetta, engin múll, hesturinn er alltaf svona bara leitar fram í jafnt taumsamband við svona mjúka hönd knapans. Bara ofboðslega gaman að sjá. Já, virkilega vel heppnuð úrslitarsýning hjá þeim félögum, Jakobi, Svavari og hálfmána frá Steinsholti. Og tími liðinn. Ljúka þeir þessu. Hann átti eina æfingu í viðbót sem á taumu gefin og telti en það var ekki alveg tíma. Nei. En þetta er spennandi að sjá hvað hann fær.